Kæru Sigfús, Já, þeir eru komið með glænýja tölur úr skoðanakönnun sem að þvert og flokka lét gera fyrir okkur. já, Já, prósent. já. Einhverju varð að setja könnun í gang það hver skoðun fólksins í landinu Ekki gerir ríkisstjórnin það minnst kosti. Nei, enda fáum við svona alveg augljós skilaboð í þættinum eftir. Já, Við ætlum að vera svona stutta kynningu á þessu núna. já, Herra, ef við að byrja á fyrsta málunu. Hvort að útlendingalögin séu of væg. já, við létum gera þessa könnun og vörpuðum fram þar nokkur spurningum fyrir þá sem að þeir eru með í úrtaki og könnunni var send á 2000 manns og þá eru rúmlega 1000 sem að svöruðu og í þessari spurningu sem þú beinir útlendingalög sem að kannski ekki allir þekkja þá er nú samt þannig að 58% finnst þau vera of væg. Það er í 60%. Næstu 60% af fólki í landinu sem virðist að þekkja þessi lög segir þau séu of væg. Og þetta er marktæk, Já. marktæka tölur eins og prósent. Já. Þetta er áræðanlegt og... Já, þeir segja það í prósent sem hafa nú aldeilis verið að gera kannanir hér lengi. Já, og eru mjög færir í því sem þeir eru að gera. Já, skila sér vel frá sér. Hvað er þetta að segja okkur? Er þetta að segja okkur að ríkisstjórnin sé bara rangri leið? Algjörlega. Það er ekkert annað. Þeir eru að framkvæma hluti sem eru ekki það sem að fólki vill. Já, þetta er bara skýrt. Það er líka gott fyrir okkur að svona þvert á flokk að koma með þetta. Þetta er náttúrulega hluti af því sem við erum að gera og fólk er að hjálpa okkur í í þessari baráttu að styrkja okkur og við erum alltaf að fá pósta haldið áfram og þetta er góð leið. Herðu, næsta, hvort að ég vera færri hælisleitendur í ár? Sko, spurningarnar voru mjög rétt orðaðar þannig að það var ekki einhver misskilningur að baki þeim og þegar að spurt það hvort að við höfum að taka á móti jafnmörgum, fleirum eða færri eða samanberið í fyrra þá vilja 73% taka á móti færri hælisleitendum. Þetta er rosalega tölur. 73%. Já. Þannig að þetta styrkir enn þá skoðun okkar eins og hún hefur verið frá upphafi að ríkisstjórnin bara á rangri leið í málefnum hælisleitenda. Þeir hlusta ekki á okkur sem við skilja veg af þjóðina og þetta var okkur ekki, það er rétt. Þetta er rosalega tölur. Þeir fara bara eigin leið í þessari vegferð sinni en það er nú svo skrítið að ef þú spáir í þetta sko, það eru 63 aðilar sem að stjórna þessu landi því að ég tel nú að þeir séu nú ekkert endilega alveg við stjórna allir en þeir eru einhvern veginn enginn þeirra fyrir utan einhverja örfáa í miðflokknum þá er enginn þeirra að tjá sig um þetta. Enginn nema að dást að því hversu góðir þeir eru að koma þessu fólki til okkar í öryggið og velferðina. Þessi ekki að koma að kostningu bara aftur. Sveigja mig þá. Herðu, það er næstu tölur. Setja árlegan hámarksfjölda á hælisleitendur. Það eru aðra tölur sem að ég bjóst ekki við að færi svona hátt. Nei, sko, ég var nú svona alveg viss það að þessar tölur yrðu allar sko pluss 50%. Já. Ég var svona, mín skilningur hefur verið á öllu þegar sem ég tala við 60-70% vilja breytingar á þessum málum. Það eru ótal margar með öll símtölin og allt sem við fáum. En þessi tala, hvort það ætti að setja hámarksfjölda á hælisleitendur sem landið tekur á móti, 83%. Þetta er rosalegt. Og enn og aftur, ríkisstjórnin á rangri leið. Algjörlega, þeir eru alveg ekki út í mýri, þeir eru bara komnir út í fjóshaugin, algjör. Þeir eru komin hún í fóreina. Já. Þeir eru skilabóð, herðu. Þetta er náttúrulega nokkrar spurningar sem við erum búin að taka fyrir en þetta er svona helstu sem okkur langar til að nefna og það er þessi með stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda. Já. Þetta er líka svolítið sláandi. Já. 24% eru ánægð
22% eru svona hvorki né, en 53% eru óánægð Já, með já, stefnu ríkisstjórnarinnar. já. Við erum að sjá þarna sko 73%, tæp 60%, 83% og 53%. Þetta eru rosalega tölur. Ef þú bara skoðar þetta, ef það er 53% þjóðarinnar sem er óánægt með þetta. Þú veist, það er svo mikið, sko. Og ég meina það hafa komið einhverjar svona ómarkvissar kannanir í einhverjum útvarpsþáttum og öðru slíku og þær setja bara stoðir undir þetta. Ég man að Bylgjan sendi í Reykjavík síðdegis könnun nákvæmlega þetta, hver er afstæða því til málefna hælisleitenda og þar var 60% hlutfallið sem að vildi breytingar á þessu. Þannig að þessar tölur eru bara alltaf að sýna sig að ríkisstjórnin, hún er að fara ranga leið í þessu máli, hún er að fara gegn þjóðinni. Ástæða fyrir að við gerðum þetta, Sigfús, og fórum á stað við öll sem erum í þvert og flokka og tókum á skari með þessa skoðanakönnun, er náttúrulega að þingmenn, já, og ráðherrar voru að gefa í skyn að við værum ekki að fara með rétt mál. Þannig við ákveðum að fara til þeirra sem að vita nákvæmlega hvernig á að búa til skoðanakannanir, Já, hafa gagnagrunn og þekkingu og þetta er allt saman mjög professional, búið að taka langa tíma og þetta er niðurstaðan. já. Það er ekki að vefengja þetta. Það var mikil vinna lögð í spurningarnar. Já. Að það eru orðaðar þannig að fólk skildi þær þegar það fengið þær. Þetta er náttúrulega þannig málefni að fólk þarf að átta sig svolítið á því þegar það er spurt og hverju það á að svara. Könnunin tók næst í hálfa mánuð eins og er bara skylda til. Hún er í gangi í hálfa mánuð og síðan úrvinnsla upplýsingarna er búin að vera í gangi í tæpa viku hjá Prósent og okkur var tilkynnt þetta í dag og okkur fannst alveg skylda að drífa þetta bara í gang og láta fólk vita af þessu. Það var bara þú varst á fundi í morgun og hérna eru komin. Hingað eru komin. Taka þetta upp og segja frá þessu því að það eru gaman að sjá viðbröðin og það er kannski réttast að fólk bara gefi komment á síðunni hjá okkur. Já, Svona- við munum náttúrulega setja þetta inn á síðuna í einhverju þannig að fólk skilji þetta og átti sjá þessu og sjá þetta í einhverjum gröfum og öðru slíku. En ég held að sko, það sem þetta gerir helst er að þetta bara styrkir okkar vinnu. Já. Við höfum allan tíma vita það að við værum á réttri leið, en það er mjög gott að sjá það að þjóðinni finnst það. Já. Við höfum alltaf haldið að svo væri. Já, þegar við vitnum í mannstuðið feist í fundurinn okkar, þú held kannski Já. 200-300 manns. Já. Það er gríðarlegu fjöldi að við fáum alveg hvern einasta degi þennan stuðning. Það fjölgar og fjölgar og fjölgar. Og við fáum alltaf stærri og mikilvægari spurningar samfélagslega ábyrgð og það sem er að gerast. En sko, það sem er svo skrítið í þessu er þessi linkind, Já. þessi rosalega þörf á að segja að hlutirnir séu ekki svona. Já, líka, það er bara verið að skrökva. Já. Það er verið að fela staðreyndir. Og við erum gerð tortryggin með það sem við erum að segja og gera og við vitum það alveg, þingmenn og aðrir, þeir gera bara grína á okkur og vilja ekki hitta okkur að ræða þetta eða þá þeir sem gera það, þeir gera það í einhverju mýflugumynd, þeir segjast alltaf að koma og láta ekki sjá sig en við ætlum að halda áfram og við erum bara rétt að byrja. Tilfinningi mín er að þingmenn hlusti bara og horfi á RÚV. Já. Þar koma þessar upplýsingar fram að það sé ekkert að. Já. Við þurfum helst að gera meira af þessu og ég held að allt sem ekki er rétt kemur fram á RÚV. Eigum við þá að draga þá ályktin að þingmenn séu bara með augun á RÚV? Það er náttúrulega kannski eðlilegt í að það ruggar þá þeim bát að menn sitja á Alþingi. Ef þú ekki tengdur þjóðinni, hvað ertu að gera það inni? Það er náttúrulega bara eins og Jón Magnússon sagði að Já. þá á hann að fara að gera eitthvað annað. Já. Hann var akkurat að segja það sem sumir ættu að gera. Við erum að halda áfram. Já. Við ætlum að kynna þetta Sigfús og lega fólki að skoða þetta yfir helgina. Með þetta? Og strax eftir helgi þá ætlum við að vinna með þessar tölur Já. og fara og við ætlum að tala við aðeila sem að geta aðeins útskýrt þetta fyrir okkur. Já, ég held að það væri alveg rétt. Við erum með nokkra í huga og við erum að reyna að sjanghæða þá eins og var sagt í gamla daga. Já. Og við reynum okkar besta og takk fyrir að kynna þetta með okkur og þetta er spennandi. Mín var ánægðin.
kýlum þetta yfir helgina. endilega, Til að marinera þetta áfram við. áfram Ísland.